Það ekkert að því að Sjálfstæðisflokkurinn fái styrki frá sjávarútvegsfyrirtækjum, segir formaður flokksins. 90% af öllum fjárstuðningi útgerðarfyrirtækjanna fyrir síðustu kosningar runnu til stjórnarflokkana. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir það fullkomlega eðlilegt að flokkurinn njóti fjárhagslegs stuðnings frá fyrirtækjum í sjávarútvegi eins og öðrum. Hann segir stjórnmálaflokka ekkert allt of vel setta. Fyrirtæki í sjávarútvegi styrktu stjórnmálaflokkana 16 milljónir króna fyrir síðustu alþingiskosningar. 90% þess fjár fóru til Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Þá styrktu sjávarútvegsfyrirtæki frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins rúmlega 7 milljónir í prófkjörum fyrir síðustu alþingiskosningar. Frambjóðendur annarra flokka fengu hins vegar engan stuðning frá fyrirtækjunum. En þetta eðlilegt? Það sem eðlilegt það að stjórnmálaflokkar geta tekið við framlögum frá atvinnulífinu upp að 400.000 krónum. Það hefur engin stjórnmálaflokkur fengið meira en 400.000 krónur frá hverju einu atvinnufyrirtæki í landinu. Þetta eru mjög strangar reglur, en það sést ágætlega á fjármálum stjórnmálaflokkana, þeir eru nú svona ekkert allt of vel settir. Sjálfstæðisflokkurinn með ágætis dreifingu í þeim stuðningi sem hann hefur fengið og ég sé ekkert að því að hann njóti stuðnings frá sjávarútvegsfyrirtækjum eins og öðrum. En nú hefur Sjálfstæðisflokkurinn barist fyrir bættum hag sjávarútvegsfyrirtækja, lækka veiðigjald, auðlegðarskattinn. Er þetta ekki óheppilegt í þessu ljósi? Þetta er algjörlega alrangt sem þú ert að segja. Sjálfstæðisflokkurinn er að berjast fyrir bættum hag landsmanna. Til þess að landsmenn njóti góðs af nýtingu sjávarútvegsauðlindarinnar þá þurfum við að hafa hér skynsamlegt fiskveiðistjórnunarkerfi. Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarútvegsráðherra og varaformaður Framsóknarflokksins, vildi ekki tjá sig um málið þegar eftir því var leitað í morgun.